áhorfendur, við þeytingsfólki bjóðum ykkur hjartalega velkomin með okkur á Suðurnesin, nánar tiltekið í Reykjanesbæ. Ég get fullyrt að hér gott að búa. Eruð mér ekki sammála áhorfendur í sal? Og við bjóðum stjórnanda þáttarins, gest Einar Jónasson, velkominn með góðu klappi. Þetta hann, Rúnar Júlíusson, hinn eini sanni. Gott kvöld, gleðilt ár. Í síðasta þætti fyrir jól, það vorum við hérna hinum megin Flóan, vorum í Borgarnesi, það var tekið vel að móta okkur þar og það búið að taka mót okkur vel hér í dag líka, frábærlega. Þökkum kærlega fyrir það. Nú, Magnús var að tala Reykjanesbæ og allt það. Nánari útskýring á því hvar við erum stödd. Við erum í innri Njarðvík, í safnaðarheimili kirkjunnar, litlu fallegu húsi og hér höfum við fengið pönnukökur, við höfum fengið kleinur og alls konar hnallþór og það hefur tekið mót okkur eins og höfðingjum. Og við ætlum að reyna að skemmta ykkur í staðinn. En hins vegar það heimafólk sem ætlar að sjá það að koma skemmti atriðunum á framfæri. Það búið að velja fólkið, það kemur hér í kvöld, fyrsti maðurinn, Rúnar Júlíusson, lifandi góðsögn. Gott með Rúnar að hann heldur sig við Keflavík og ætlar að vera þar eftir því sem best veit, en það kemur kannski eitthvað annað í ljós. Svo annar sem var í Keflavík, býr í Hafnarfirði, Magnús Kjartansson. Magnús, þú ert kominn á, hvað, eigum við kalla það heimaslóðir? Já. Og hvernig líka þér? Hver vegur að heiman vegurinn heim. Já, það Keflavíkurvegurinn. Það þinn vegur. Já. En ætlið að spila meira? Það getur vel verið, já. Það verður rokka hérna, það verður sungið klassísku söngur og sko, gestur, ég verður að segja, sko, þegar Keflvíkingar rokka og Suðurnesjamenn rokka, þá það sko rock'n'roll. Fyrsti kossinn, hann var kistur hér í Keflavík, eftir sem best veit. En áður við höldum á stað, frekar, þá ætlum við að skoða fallega myndir hér af þessu svæði. Þetta fallegt svæði, ég veit það. Hins vegar voru 7 sólardagar á síðasta sumri, hitt var rigning. Og við náðum einum fallegum degi og ætlum að sýna ykkur myndir frá þessum degi. Við erum stödd í Reykjanesbæ. Suðurnesin leyna á sér, en eru í raun náttúruauðlind ferðamannsins og útivistastaður framtíðarinnar. Þar hreyfist lognið misjafnlega hratt þegar annar staðar vindur og rok. Sveitafélögin 5, hvert með sinn sérstaka persónuleika, bjóða þig velkomin sumar, vetur, vor og haust. Fjölbreytni í boði veitingahúsa fyrir ferðamannin eitt aðalsmerki matreiðslumanna á svæðinu, svo og frábæri sjávarréttir, unnir úr besta hráefni landsins. Í hverju einasta bæjarfélagi ný sundlaug með úrvalsaðstöðu fyrir börn og fullorðna. Ekki skortir heldur upp á gistiaðstöðu, boðir upp á fyrirtækshótel, gistihús, farfuglaheimili og tjaldstæði. Söfnin eru ekki heldur að vera í endanum, byggðasöfn, fræðasetur og sjófiskasafn. Í boði eru einnig hvalskoðunarferðir og sjóstangaveiði svo eitthvað sé nefnt. Það á sama á hvaða ástíma komið gott vegakerfi og greiðar leiðir gera það að verkum að Reykjanesskaginn opinn fyrir ferðafólk allt árið. Fjölbreytilegt náttúrulíf skreytir umhverfi frá Garðskaga alla leið að Básendum. Á Vatnsleysuströnd má sjá hina fögru Kálfatjarnarkirkju og í næsta nágrenni Staðarborg. Frá Höfnum og alla leið Reykjanes til Grindavíkur liggur leiðin stórbrotið landslag sem hefur að geyma einhverja merkilegustu landmyndunarsögu í heimi. Þarna gengur Reykjaneshryggurinn ljóslifandi á land eftir plötuskilum Evrópu og Ameríku. Þar geta menn lesið og spáð í hina mikilfenglegu og fróðlegu góðsögu frá 13. öld. Útivist og heilsurækt afþreying sem alltaf að verða vinsælli. Reykjanes býður upp á fjölmarga möguleika fyrir áhugasama þau mál. Fornar gönguleiðir má finna milli allra sveitafélaga á Suðurnesjum. Nýja gönguleið, Reykjaveg, verið að opna næsta sumar, en hún hefst við Reykjanesvita. Bláa lónið, perla Suðurnesjamanna, verður vinsælla meðal landsmanna og þar líka upplagt að ljúka skemmtilegri upplifun á Suðurnesjum. En hverfum nú aftur til innri Njarðvíkur þar sem að gestur Einar Jónasson býður spenntur ásamt gestum. Þarna sjáum við, það borgaði sig að nýta þennan fallega dag hér á þessu svæði til að fá þessar fallegu myndir sem við sáum. En ég ætla að biðja ykkur að líta hér á annað, ef þetta að koma myndavélunum inn á þetta hérna fallega stykki, meistarastykki sem vorum að fá frá Sigurjóns Bakaríi.
Þetta er svona eins og, já, þetta er eins og endin á Ítalíu, ég veit ekki, þetta er nú líklega Reykjanesi samt. En þarna eru öll merki sveitafélagana, þetta er allt að verða sameiginlegt, eitt og sterkt og góð heild og við borðum þetta á eftir. Ég ætla að kynna til sögunar félagsmálastjóra staðarins. Hjördís Árnadóttir heitir hún og er komin hingað. Hjördís, vertu velkomin. Takk. Félagsmálastjóri, félagsmál. Segðu mér eitthvað af slíkum málum, þetta er stór spurning, en segðu mér eitthvað af slíkum málum hér hjá ykkur. Já, félagsmál eru mjög stór þáttur í þessu byggðarlagi og á þessu svæði. Og þó að fólk haldi að við sækjum allt okkar til Reykjavíkur, þá er það langt því frá. Mikil misskilningur. Mikil misskilningur. Við erum mjög sjálfum okkur nóg hér. Og menningarlíf og annað slíkt, er þetta öflugt? Mjög öflugt og blómlegt menningarlíf. Ég veit að þú ert leikari hér á svæðinu? Já, ég er svona ekki lengur á fjölunum en svona baksviðs í starfi hjá leikfélaginu en spriklaði hérna á þér. Já, segðu meira af þessum félagsmálum og menningarmálum? Það er mjög öflugt tónlistastarf á svæðinu. Við sáum það nú, fengum nú goðið sjálft hérna. Einmitt, fyrir utan sko rockið. Rockið er náttúrulega á mjög stóran þátt í byggðarlaginu en fyrir utan það er mjög öflugt tónlistastarf og 2 öflugir tónlistaskólar og mikið af söngfólki, öflugir kórar frá 4 ára og upp úr og breiddin og víddin á menningarstarfi er mjög mikil, mjög öflugt leikfélag og Fjölbrautaskólinn er líka með leikfélag sem hefur gert marga góða hluti. Þannig þið þurfið ekki að fara til Reykjavík? Við þurfum þess ekki, nei. En þið farið samt? Já. Hvað sækið þið helst í Reykjavík? Þú segir að þið hafið allt þetta hér. Hvað sækið þið helst í Reykjavík? Sko, ég get kannski ekki alveg svarað því að ég sæki sjálf ekki mikið til Reykjavíkur. En við finnum það til dæmis sérstaklega hjá leikfélaginu að fólk sækir til Reykjavíkur frekar margt heldur en til okkar. Af hverju? Þegar við höfum spurt, þá er náttúrulega oft fátt svör en það vil kannski helst meina það að eins og í okkar tilfellum, leikfélagsfólksins, að þá sé það að sækja meiri faglegri vinnubrögð þangað, vilji frekar koma og sjá okkur í einhverjum skrýpaleik, einhverju þess áttar. Já, eitthvað þess að þetta hlæja. Já, því að það sækir það til okkar. Já, og sækir svo grátinn og tárin til Reykjavíkur. Já, einmitt. Er það ekki svoleiðis sem þetta er? En segðu mér nú, er til eitthvað sem heitir dæmigerður Suðurnesjamaður? Já, rockari er náttúrulega dæmigerður Suðurnesjamaður. Sá sem var hérna á hann? Já. Já, jú, Suðurnesjamenn þetta er mjög gott fólk og mikil svona mannrækt í gangi hérna. Já. Og það er mikill metnaður í Suðurnesjamönnum og þeir eru óhræddir við að þora að fara ótrána slóðir. Og það er bara mjög sérstakt fólk hérna. Einhver tíma var sungið Fast þeir sóttu sjóinn? Já, það er einhverjir Suðurnesjamenn sem sækja hann fast ennþá en þeir eru nú ekki orðnir eins margir eins og voru þá. Það var breytingur á það. Súvísákveðin, já. Hjördís, við skulum líta hér á annan stað á sviðinu hjá okkur og fá auglýsingu ykkar hér. Já, gott kvöld. Við erum unglingaljónsveitin Sleazy og vegna þess að við spörum svo mikið af peningum í höfundalaun þá höfum við ákveðið að gera þessa auglýsingu nýju plötuna okkar Sleazy jól í Reykjanesbæ með Gumma jól. Tökum við eitt lítið lag. Ég heiti Gummi jól. Ég heiti Gummi jól. Ég heiti Gummi jól, hef alltaf búið í Reykjavík. Þeir breyttu nafninu. Þeir breyttu nafninu. Þeir breyttu nafninu í jól. Þetta Reykjanesbæ, af hverju ekki Bítlavík? Af hverju ekki Hljómavík? Af hverju ekki Rúnavík? Eða allra helst Keflavík? Þeir rætt ekki við mig. Þeir rætt ekki við mig. Þeir rætt ekki við mig. Svo að húsið á sölu fór. Ég flyt úr nafnleysu. Ég flyt úr nafnleysu. Ég flyt úr nafnleysu. Þetta verður
að spá, kannski fer ég í Hafnarfjörðinn, eða bara í Kópavogi, kannski kík ég á Ísafjörðinn, eða bara á Skagaströnd. Akkur ekki Bítlavík, akkur ekki Ljómavík, akkur ekki Rúnavík, eða allra helst Keflavík. Hann mun aldrei flytja burt, nei, hann mun aldrei flytja burt. Jæja. Hjördís, Rúnar Júl á strákísu. Hann á strákísu. Já, og hann mun aldrei flytja burt, var sungið. Já. Heldurðu það? Það vona ég ekki. Þegar ég kom inn í bæinn, þá sá ég að Hafnargarðurinn hann farið sundur hjá okkur. Já. Og það er eins og eyja og það er hús þar, geti ekki haft Rúna þar? Jú, það er vel hugsanlegt. Þannig hann er þá kannski, getur stofnað hann litla fallega á Rúna eyju? Já, einmitt. En þetta dæmi þetta tónlistarlíf sem er hér, eru margir ungir menn í tónlist og stúlku líka? Já, mjög margir. Það er töluvert bílskúrsbönd og svo er mikið af fólki sem er svona í allslags að semja eins og þessi strákar semdu þetta allt saman sjálfir og þetta hristir fólk fram úr erminni eins og ekkert sé. En við erum hér á þessu svæði, fallega svæði, það sem er regnum dálítið mikið að vísu. Það eru margir þéttbýlisstaðir. Hvernig gengur að halda utan þetta og svona skapa, samheldni í hópnum? Það er dálítill hrepparígur á milli allra sveitafélagana. Já, er það? Já. Og það er hrepparígur. Hver eru bestir? Keflavík. Er þið sammála? Já. Það er meira segja hrepparígur innan Keflavíkur og sem sagt milli staða í Keflavík og milli þessara nýju sveitafélaga, eða þessara 3 sveitafélaga sem að hafa sameinast. Það er tölverður rígur á milli þeirra og hann er ekkert minni eftir sameiningu heldur en áður. Nei, en ég vona sér ekki rígur... Hann er bara af hennu góða. Já, eflaust, en ég vona sér ekki rígur milli tónlistamannana því nú fáum við tónlistamenn til þess að flytja fyrir okkur fallegt atriði líklega. Það eru rockarar, það kalla sig Þusl, flytja hér frumsamið lag. Vísir og gleði, alltaf sagði hún mér og veit það og ég sé það ókomin á. Áttu þér draumar, farð á eftir þeim, þeir leiðast, því þeir hverfa, þeir bíða eftir þér.
bara þusl og þusl þýðir samkvæmt orðabókinni barefli eða lurkur og það var það sem að titraði í magana þegar við spiluðu þessu fæstast. En Hjördís, þið framleiðið þessa ungu tónlistamenn bara í löngum bunum? Já. Já. Er þetta næstu hljómar eða trúbrot eða Júdas eða? Já, þetta er bara þusl og þeir að ryðja sér braut sem slíkir. Verða kannski einhvern tímann á svipuðum tindi og hljómar eða Júdas eða trúbrot eða hvað þú vilt. Við varum að tala um Rúna Júl áðan og finna honum húsnæði. Já, þú myndist á að hugmynd að fylla upp í gatið á höfnun okkar með Rúna Júl. Þá datt mér í hug að það hefur verið komið upp svo hugmynd meðal gárunga í bæjarfélaginu að gera húsið hans við Skólaveg að furstadæmi og gera hann og Maríu að furstahjónum og skýra furstadæmi Keflavík og þá þarf hann ekki að fara neitt, þá er hann orðinn furstinn af Keflavík. Hvernig líst ykkur á þessa hugmynd? Við klöppum fyrir henni! Nú verður minn maður glaður, held ég. Nú þarf hann ekkert að vera að hugsa um það að selja húsið. En við skulum snúa okkur á öðru. Það er ekki bara hægt að lifa á tónlistinni. Við þurfum að hafa mat og við fáum einhverja létta, góða uppskrift frá Suðurnesjum í matægatinu. Gott kvöld og velkomin í dreifbýlismarkaðinn. Ég heiti Kynir Már Kynnirsson en reyndar átti nú hann Maggi Kjartans að vera hérna í kvöld og kynna þetta en hann er nú að spila ykkur stór út á landi. Þannig að ég er hérna í forföllum fyrir hann. Nú í kvöld ætlum við að kynna fyrir ykkur þessa forlátu vél Mango 2000 og mér til aðstoðar er hinn aftogaði Mör Mörsson. Sætt Mör. Gott kvöld. Það sem við ætlum að gera í kvöld er að sýna fólki hvernig hún nota þessa vél. Já. Eins og við vitum öll að þá eru Íslendingar gjarnan skorpumenn. Yfir jólin éta og eftir jól fara það síðan í megrun. Sem auðvitað bregst og sumir jafnvel ganga svo langt að gera eins og ég og láta víra saman á sig kjálkana. Nú til þess að falla á því þarf þessa vél. Hér erum við einfalda skyndibita-máltíð. Já. Við erum hérna með hamborgara, hún hefur bara skellt hérna í svona og eftir réttunum kókosbolla og náttúrulega verður líka að hafa smá kottursós í þessu. Sjálfsögðu. Já, og svo er það franskatnar, má ekki gleyma þeim. Ég er alltaf mest hrifinn af franskbólum, hvað ég segja. Svona, skil líka eftir okkur og eftir svona, svo er það bara kókið. Yfir þetta allt saman, þetta er náttúrulega matrið að hvað sem er í þessu, pasta eða hvað sem er. Það er ekki svo mikið atrið. Þessi síðan bara lokað, sí svona og þeitt. Ég er búinn að gera tilbúið hérna, pröfuhandaðir og leyfa að smakka þetta. Þetta er mjög, síðan setur bara 2 rör og ætlar að borða með konunni, setur fljótandi spritkerti eða eitthvað, þetta er mjög rómantískt. Og í eftirrétt farið þau bara biskan, brjóksik. Já, átti hann ekki að fara þarna og ný? Nei, það eyðileggur bragðið. Hann er tekinn inn öðruvísi. Já, hvernig? Já, hann er bara tekinn úr umbúðunum og bara... Já. Sem sagt, Mango 2000 með 3000 watta mótor, yfirliggjandi sveifarás, fáið þið aðeins hér í dreifbýlismarkaðnum á 2999. Andi núna. Já, þetta var menn í dreifbýlismarkaðnum. Hjördís, telur þið búið í dreifbýli? Nei. Út á landi? Nei. Hvar býrðu þá? Ég bý í Keflavík. Hvað þá Reykjanesbæ? Já, í Reykjanesbæ. Já. Við erum í allt og mikilli nálægð við höfuðborgarsvæðið til að vera dreifbýli og út á landi. Já. En það sem þið voru að bjóða okkur upp á hérna í þessum dreifbýlismarkaði í auglýsingunni, er þetta dæmigert fyrir það sem þið borðið hér? Er það sem þið sækjuð upp á flugvöll? Hamborgararnir og fröskurnar og það allt saman. Já, kannski var það einu sinni dæmigert fyrir það sem við borðum hér, það má vel vera, en það er það ekki lengur, ekki í dag. En hafið þið eitthvað sem er svona sérstakt, eins og Vestfirðingar eru með kexlaskötu og Norrlendingar með laufabrauð og þess áttar? Nei, við bara hermum eftir öllum hinum og erum með allt sitt lítið á hverju. Við erum með þetta allt saman. Voruð þið ekki fyrst til þess að koma með hamborgara? Ég þori ekki að fara með það, en mér er sagt að hann hafi allavega verið Keflvíkingur sá sem bjóð til koktelsósuna. Hjördís, nú ætlum við að fá annað tónlistaratrið því að þið hefðið úr ýmsu að móða í þeim efnum. Það er söngkona sem ekki er söngkona með þusli sem var hér áðan.
Þetta ung kona sem að læra í útlandum, heitir Sigríður Aðalsteinsdóttir, mezzo-sopran söngkona eftir því sem best veit. Gróa Hreinsdóttir, hún leikur á píanóið. Lagið Minning, lag Markúsar Kristjánssonar við texta Davíð Stefánssonar. Það fulljóst að Suðurnesjamenn hafa ýmsa státæði tónlistinni. Þetta var ekki rock and roll, það rétt sem vístir. En það má taka það fram að öll þau atriði sem að koma hér fram og í þessum þáttum, þau fara hvert í sínum flokki til skoðunar og verða metin til viðurkenninga í lok þáttana í vor. Þannig að það er gott að standa sig vel. Og þetta á líka við áhorfendur í sal. Já. En ég ætla að kynna til sögunar nýjan viðmælanda. Hann er ferðamálafulltrúi staðarins, alls þess að fallega og mikla staðar, Jóhann D. Jónsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Ferðamálafulltrúi, hingað til hafa verið konur í þessu embætti hér, í þessum stól. Hvernig stendur á því að þú ert karlmaður í þessu embætti? Já, ég vonaði sér ekki mikið illa við það, Gestur minn. Nei, ég var bara að velta fyrir mér eftir þá ekki bara á lágum launum. Já, það hlýtur að vera. Já, það hlýtur eiginlega að þurfa að endurskoðast náttúrulega. Já. Með tilliti til þess að hérna kvenfólk er í alveg rétt miklu meira hluti í þessari stétt. Jóhann, þetta er stórt svæði sem að þú, sem að heyrir undir þig. Ertu að vinna fyrir tertuna? Ég er að vinna mér inn tertuna, já. En þetta er þitt svæði? Þetta er svæði. Já, þetta er geysistórt. En þið hafið margt að bjóða? Já, þetta er stórt í þeim skilningi. Þetta er náttúrulega minna mörg önnur ferðamálasvæði en þetta er stórt í þeim skilningi með mikið að bjóða. Ég var að svona glugga í bækur og skoða það sem ég gat þetta allt saman og þá sá ég að það vakti athygli mín að það var
miklu meira sem að var í rauninni hægt að bjóða ferðamönnum heldur en ég hafði gert mér í hugalund. Já, ætli þjóðin hefði gert að uppgöta það svona á næstu mánuðum og árum. Já. Að það er meira að skoða hér en hefur verið tíðkað fram að þessu. Í veðurfregnum var sagt Reykjanesviti, suðaustan 4. Reykjanesviti, það er yndislegu staður? Það er einn af uppálstöðum mínum á Skaganum. Já, er það? Já. Segðu mér af honum. Það er fyrsta lagi, það er bæði frá jarðfræðilegu sjónarmiði, það er líka frá byggingarlegu og sögulegu sjónarmiði og svo frá útivistarsjónarmiði. Jarðfræðin er þarna eins og að sérðu á tertinu, við tókum eina sneið úr til þess að sína svona hvernig skæjanestið var til. Þarna eru skil Evrópu og Ameríku, ganga Reykjaneshryggnum gengur þarna lifandi á land má segja. Nú þarna er mikið náttúrulíf, auðugt fuglalíf og skemmtilegi staðir að skoða og ganga á þarna Skálafell og Valhnúk og sjá til dæmis fyrsta ljósvitansbyggð var á Íslandi fyrir 120 árum. Nú ferð þú með gest, mig eða einhvern veginn. Einn dag svæðið, þú hefur tæpa mínútu til að segja mér hvernig þú ætlar að eyða deginu með mér. Við myndum byrja á því að ganga upp í Staðarborg á Vatnsleysuströnd sem er sérstakt steinvirki, síðan myndum við að halda áfram Skagann og taka útivistina og menningunni Keflavíkurpínlítið út á Berg í Keflavík sem eru frábær útivistarstaður, út á Garðskaga til að njóta fjörulífsins og náttúruna þar. Síðan þess vegna ganga alla leiðina til Sandgerði sem er alveg frábær göngutúr og þaðan getum við haldið áfram og í Sandgerði er alveg svona þetta típiska fiskiþorp og þar er nú nýbúið að stofna fræðasetur þar sem að svona botndýralífið er hægt að skoða og upplagt fyrir skóla og vísindamenn. Síðan förum við gönguleiðin og göngum fyrir Básenda, gamall kaupstaður, Konungsverslun, göngum fyrir Ósabotna, þar sem að landnámsmaðurinn Herjólfur bjó í Vogi, núna gamli kirkjuvogur, nú yfir í hafnir út á Reykjanes, út á Hafnarberg, skoða fuglalífið, oft sjást hvanir þar við og síðan förum við ströndina eftir að hafa skoðað Reykjanes eins og sagði á hann, förum við ströndina til Grindavíkur, komum við í Brimkatli sem er sérstakt dæmi í náttúru Íslands, má segja. Þú talaði mikið náttúruna, við skulum snúa okkur örlítið af náttúrunni. Já. En það komið að hér rúmtakskönnun, eða kynlífskönnun rúmtaks eins og það heitir. Og ég ætla aðeins að fara yfir það. Það er verið að velta fyrir sér hversu oft fólk þarf að njóta ástað til þess að halda bara við stofninum á hverjum stað. Ég veit nú ekki hvernig staðan er hér, við komumst að því núna, en ég ætla aðeins að fara yfir það að Ísfirðingar eru í efsta sæti og þeir telja nauðsynlegt að elskast 4,5 sinnum í viku, Borgnesingar 4 sinnum, Húsvíkingar 3,3 sinnum, Hvammstangabúar eru sáttir við 3 skipti og Egilsstaðabúar alveg niður í 2,8 skipti. Svo hlægið til, við skulum sjá hvað þið getið. Viltu endur taka spurningu? Já, ég náðu þessu ekki alveg. Sko, það er fólksfækkun og teljið þið að það geti eitthvað að sporna við þessu vandamáli ef að fólk myndi njóta oftar ástar saman. Fólksfækkunni? Já. Það er ég ekkert vissum í dag að nútíma tækni. Nei, ég held ekki. Ég held að það breyti ekki. Engu þar Já, ég segi eiginlega nei, vegna sem ég held að fólk sé ekkert að njóta síður ásta þó að ekki að fjölga. Ég njóti verulega mikið ásta einmitt af því það á ekki vættu. Já, og þið ekki að tala fyrir ykkur sjálf, heldur svona hvað þið giskið á að sé algengt. Þú var spurt vinkonunnar. Hvernig við ekki að svara þessu alveg. Þetta er náttúrulega mjög erfið spurning. Já, mér finnst það. Þið vil ekki 5? Jú. Hvað segir þú? 5 sinnum? Ég myndi segja svona, já. Í viku. 4 sinnum? Á léttasta skeiði. Á léttasta skeiði í 4 sinnum í viku. Fjórum sinnum? Nei, einu sinni. Einu sinni, tvisvar. Legðum viku til grundvallar og hérna. Tvisvar. Ekki fara í 7 dagar í viku, 3 og 4. 3 til 4 sinnum? Nei, hæ! Kannski hún sem er tillögu? 3. Það var 3.
Það fyrir ábyggilegt í hvort það séu Keflavík eða Njarðvík. Já, það er svolítið munur þar á. Já, ég held að það sé svolítið munur á því. Hvar eru þið virkari? Það allavega leitar kvenfólki í Njarðvíkunum mikið inn í Keflavík, sko. Það sé ekki munurinn. Ert þú Keflavík? Ég er Keflavík, já. Það sé ekki svona 4-5 sinnum í viku. 4-5 sinnum. Ég til í ástardropa Ástardropa, sexual hormonus. En mér veitir ekki sko, ef þetta er bara 4-5 sinnum í viku, þá vantar eitthvað. Já, þetta er líka fyrir konuna en þetta eru 2 dropar að kveldi. Það er ekki það þessu. Já, það er alltaf í lagi. Prófa þetta. Það er ekki verða. Þetta er mjög patent eins og að segja. Ég er matvæla- og næringarfræðingur. Já. Vinn með heilbrigðisþjónustu, þannig að ég þykk þetta náttúrulega. Nú ef þetta virkar þá gerist ég bara umboðsmaður hérna á Reykjanesbæ. Já, það ekki. Hvað við erum með 2 dropa? Og hvað á þetta að gera? Þetta eru kynörvandi hormón og þetta á að hleypa hita og lífi í ástarlífið. Hvað á að setja 2 dropa? Bara á tunguna, undir tunguna er eiginlega besti staðurinn. Byrja þú kjafta mín. Nei, það verður að vera bæði, sko. Það er ekki annars fyrir hann bara út á götu og í næsta hús. Já, aldrei það. Það verður svo slemmur. Já, ég myndi tryggja mig og taka þetta inn líka, sko. Já, ég ætla að prófa þetta. Já, takk fyrir. Já, eru þið sátt við þetta? Ég verð nú að segja það að þið lentuð nú, en þetta sko meðaltalið var hjá ykkur 3,3 í viku. Er þetta ekki marktakt? Hvað segið þið um þetta? Þið eruð í 3. sæti með Húsvíkingum. Það held ég sé ekki vandamáli. Ég hef miklu meira áhyggjur af þeim sem gera það hálfu sinni og pefla einu sinni og það. Já, en er það eitthvað í lofslaginu, er það sjórinn eða seltan sem að deyfir ykkur? Eða menningin öll sem við þurfum svo mikið að stunda, sko. Já, er engin tími hitt. Ég held að fólk þori ekki að viðurkenna hversu oft. Já, akkurat. Eða sjaldan. Jóhann, Bláa lónið. Við getum ekki færi gegnum svona þátt öðru sem að tala um Bláa lónið. Nei, það var næsta áfangastaður eftir Grindavík. Já. Og skoða Sólarvéginn í Grindavík að fara í Bláa lónið. Þau varst búin að skoða sæfiskasafnið í höfnum og allt það. Og Bláa lónið, það er eiginlega, eins og ég segi við mannin sem að ég er að fara með, þetta er kveðjustaðurinn. Hér slöppum við af eftir að hafa eytt tímanum í fallegri náttúru og skemmtilegu umhverfi. Og skólum okkur áður en við förum í höfuðborgina eða hvert sem að farið er. En þetta hefur mikla möguleika og það er verið að tala um lækningamáttin og allt það? Tvímælalaust, alveg tvímælalaust. Er unnið að kynningu á þessu stað? Það er látlaust unnið að kynningu á staðnum. Og hvernig gengur það? Það gengur mjög vel. Það er sífelld fjölgun á gestum í Bláa lóninu. Þeir eru komin upp í 130-40.000 á síðast ári. Fyrir 5 árum síðan eða 6 árum síðan voru 40.000. Þannig að þetta er gífurleg aukning og þarna kemur eiginlega hver einasti erlendur ferðamaður ef við tölum bara um þá. En þið hér heima minn, notið þetta? Notið þetta hér? Bláa lónið? Já, það er almennt notað. Já, svona einu sinni kannski ári. Já, svona rosalega mikið. Já. Jóhann? Ég fer alltaf af og til. Já. Þetta er gott fyrir húðina og slettir mann aðeins í andlitinu og svona. Já, það er það sem þú sagast eftir. En þetta þykir vist mjög... Já, það er það. Og núna er það farin að framleiða krem og annað sem er mjög gott fyrir húðina. Já, en við skulum snúa okkur á öðru atriði í þessum þætti, það er legasaga. Ég er viss um það að þið Suðurnesjamenn getið logið eins og aðrir. Og við skulum líta á því hvernig faraði hér. Hallur, já, blessaður bólifönn útgefandi þetta. Það segirðu, bókin? Selst alveg gríðarlega vel. Þetta verður metsölbók, engin spurning. Já, Palli frændi maður birti miðopnu hérna að mér. Nú í einu bæjarblaðana. Já, hvað heldur maður á góða að? Já, ok, Hallur. Herðu, já, ég er bara að spjalla við. Ég er að fara að gera auglýsingu hérna. Allt í lagi, Kallinn, lesaður. Gott kvöld, góðir Íslendingar. Ég heiti Bólifönn, stór útgefandi.
Við lifum á öld þar sem samskipti á milli manna verða erfiðari og erfiðari. Sérstaklega ber hátt hlutfall skilnaðar hér, þess vitni. Nú, við þurfum á hjálp að halda til að skilja maka okkar. Þessi bók, sem hefur selst í milljónum eintaka allan heim, meðal annars í Albaníu, Bikini-eyjum, Tyrklandi, nú og hér á landi. Þessi metsulbók eftir John Divorce, kennir okkur að skilja og elska konuna, nú eða mannin í líf okkar. Öll erum við ólíkað eðlisfari en við erum öll eins að einu leyti, hvort sem við erum bifvélavirkjar, húsmæður, organistar eða prestar. Nú, öll þurfum við skilning og hlýju. Þessi metsölubók gæti allt eins verið skrifuð fyrir þig og þína og þig og þína. Lærðu að mæta maka þínum á miðri leið. Lærðu af þessari metsölubók hérna. Karlar eru frá Hlemmi og konur eru frá Breiðholti. Nú, ég ætla sjálfur að skella mér í Víkina. Þessi legasaga, hún fer í pottinn og verður kannski valin eins og besta þegar verður farið út í það að veita viðurkenningar í vor að loknum þáttum. En Jóhann, samvinna í ferðamálum á svæðinu, við vorum að tala um það. Já, hún ábyggilega með því besta sem gerist á landinu í ferðaþjónustu. Já. Menn eru mjög samstiltir og ákveðnir í að vinna saman að kynna þetta svæði sem eina heild. Enda það eitt ferðamálasvæði eins og segja má. Þegar ég kem hingað í þetta litla fallega hús sem við erum í núna, að þá hérna úti mjög fallegt svæði. Það eru minnismerki, hér mjög falleg kirkja, lítil falleg kirkja í innri Njarðvík. Kirkjur eru víða á þessu svæði, fallegar. Já, mjög fallegar og byggingalega alveg sérstakt. Bæði Kálfatjarnarkirkja, sem einn stærsta sveitakirkja á landinu, Innri Njarðvíkurkirkja og svo Hvalsneskirkja. Þær eru svona svipaðra stíl en byggðar á þessum skemmtilega tíma og þessum skemmtilega arkitektúr. Og það er margt sem leynir á sér í þeim efnum hér á svæðinu. En ef við förum svona út í bara almenna aðþreyingu fyrir þann sem að vill koma til ykkar. Já, og skemmta sér sjálfur. Já, til dæmis. Við bjóðum upp á mjög fjölbreytt val af gönguleiðum og ekki bara gönguleiðir, heldur erum við að tala um forna þjóðleiðir. Þannig að það liggur við að glimji sagan og hverju skrefi sem stýðir á þeim leiðum. Mjög skemmtilegar líka og léttar fyrir alla aldursflokka, skemmtilegar. Þetta er fínan golfvöll. Golfvöllur, bestu golfvöllur landinu er hér út í Leiru. Fyrir utan það þá erum við með á þessu svæði 5 golfvelli, hvorki meira en minna. Og 3 frábær körfuboltalið, Hjördís. Já, það er sko að gleyma ekki íþróttunum í þessum körfuboltabæ og að tala um að rokkari sé típiskur suðurnesjamaður, þá er hinn helmingurinn af það eru körfuboltamenn eða íþróttamenn. Og hafa haldið sko, merki ykkar á lofti býsna lengi og vel. Já, svo sannarlega og það er mjög öflugt íþróttastarf hérna yfir höfuð þó að Karvan skari kannski fram úr að því að hún á upp á pallinn hjá fjölmiðlunum. Já, en við varum að tala um rockið, þú varst að nefna rockið og við skulum fá rock núna. Nú skulum við fá, nafnið, það er svolítið merkilegt, Deep Jimmy and the Sepp Cream. Þeir sækja nafnið í Deep Purple, Jimi Hendrix, Led Zeppelin og Cream. Þetta er allt saman konungi menn sem ég þekki. Og við skulum fá þá til að spila þetta fyrir okkur, eitthvað sem þeir hafa samið sjálfur held ég. Yo
Jimmy en Seth Grímsson, nú þarf að fara að taka söngan og sambandi. Þannig faraði með jólaskrauti þegar jólin eru búin hér á þessu svæði. Það heyrist í þeim. Strákar á leið til heimsfræðar eða hvað? Já, þeir eru allavega búnir að gera víðreist og hafa orðið frægir út í hinum stóra heimi. Svo hlæjaði bara á okkur. Jæja, við vorum að tala um íþróttirna. Við getum ekki í rauninni farið í gegnum þáttir og öðru sem tala aðeins meira um íþróttir. Körfuboltinn ykkar hér á þessu svæði? Með hverjum heldur þú? Ég held með Keflavík þegar að þeim gengur best, en Njarðvík þegar þeim gengur best. Já, en Grindavík? Nei, jú, kannski þegar þeim gengur betur en Keflavík eða Njarðvík, en það hefur bara aldrei verið. Þetta er ansi flókið, þannig að þú heldur með þeim öllum? Ég held með þeim öllum. Já, er fólk ánægt með þetta hér? Þetta er körfuboltastaður landsins? Já, þetta er vagga körfuboltans, þetta höfum við frá Amerikananum er mér sagt. En golfið sem við vorum að ræðum áðan, þú sagðir Jóhanna þið ættu mjög góða golfvelli. Hvað með eitthvað annað og fleira? Þú ert búin að telja upp ótal hluti. Já, við getum minnst á aðra íþrótt sem er að nota sjónina og skemmta sér. Það er að fara í siglingu, skemmtisiglingu, skoða hvali sem ógrinn er af hér í kringum Reykjanesi. Bjóðu upp á sjóstöng? Bjóðum upp á sjóstöng, hvalaskoðun og sjóstöng og hvalaskoðun saman, fuglaskoðun, allt frá hafi. Og þetta vinsælt? Mjög vinsælt. Er það heimamenn eða Íslendingar eða er þetta útlendingar sem að sækja þetta mest? Blanda. Að vísu meira af útlendingum. Sennilega hafa Íslendingar ekki átt að sjá því en þá að það er heilmikið að skoða heima hjá okkur. Já, að sjálfsögðu. Segðu mér eitt í stuttumáli, Jóhann. Það er Sólarvé. Sólarvé, já. Hvað er það? Í Grindavík. Það er verk sem ég hef mikið dáleitt á því að þarna er verið að vitna svona í forna menningu. Landnámsmenningun okkar. Þarna er hlaðið svona á, má segja, að víkingahátt skemmtilega útbúin skrautgarð. Já. Og ég vil óska þess að vera til fleiri svona verk hér á Suðurnesjum og þau eru svona í bígerð. Þau eru í bígerð. Við snúum okkur öðru núna, við þurfum að hlaupa svona úr einu í annað og það er hagyrðingur, þegar hagyrðinga náttúrulega hér á þessu svæði eins og aðrir. Og hagyrðingur á þessu sinni er Gestur Friðjónsson og hann ætlar að fara hér með kveðskap fyrir okkur. Gestur, gjörðu svo vel. Það er búið að fræða stjórnandaþáttanins ansi mikið míns málefni hérna á Suðurnesjum en mér finnst þó nokkuð vanta til þess að það sé alveg reynd fyllilega gera þau skil sem ég vildi og ég ætla að bæta aðeins og segja eitthvað á þessa leið. Gestur Einar, gjarna viljum greina þér frá standinu. Þú ert vanur vosi og byljum víða að Norðurlandinu. Tæpast sér það út úr auga, ekki ljóst í glíjunni, en hér er kroppin ljúft að lauga lóns í bláa hlíðinni. Oft má eftir þreyting þrífa og þvo á ferðastandinu, en veistu ekki að okkar drífa er svo best á landinu. Okkur gengur allt í hægin, ekkert vol á ferðinni, og nú við eigum nafn á bæinum næstum bestu gerðinni. Svo viljum við sérstaklega sinna gæslu náungans og athuga því endilega alla þætti í lífi hans. Ört svo batni skattaskilin og skýring sé á kjörunum, við leggjum eira létt á þilin og leitum eftir svörunum. Þetta var nafni minn, Gestur Friðjónsson. Næst er nafni minn, Einar Júlíusson. Gestur Einar, já, nafna hér á þessum stað. Einar Júlíusson söngvari, við munum hann úr Pónik og Einari og fleiri. Og hann hefur sungið fyrir okkur í gegnum tíðina, ljúf og falleg lög. Hann kemur hingað ásamt dóttur sinni, Ólöfu Hafdísi, sem hann fékk í jólagjöf 1975. Þau ætla að syngja saman uppáhaldslag fjölskyldunar. Það heitir Ég man hverja stund. Gjörðu svo vel. Ég man hverja
kyssti hver stjarna sem skín í veröld sem ég gisti. Þú vaktir úr vetrarfjötrum, von og þrá og kveiktir eld á ný. Og þú leiðir mig lífsins braut, Þá ljúfu töfrast lóð á stað sem enginn annar sér, þar sem allan heiminn eignast ég með þér. Þeim heimi sem var og huldist dimmum skýjum, ég heilsa í dag. Svo vottaður af þig og nýjum, þú kysstir af köldu hjarta, klaka bönn og vaktir leyndan inn. og nú hlusta ég við ástareld Á unastlegan söng, á stað sem enginn annar sér, þar sem allan heiminn eignast ég með þér. Ég man sér hvert orð, hvert augnatillit geymir, því ekkert jafnir í þessum heimi. Þú sýndir mér hulins heima, helga jörð og valdir okkur stað. og ég við augun þín Og okkar draumaspil á stað sem enginn annar sér, þar sem allan heiminn eignast ég með þér, með þér. Þar sem allan heiminn eignast ég með þér, alltaf með Já, eitt víst að þetta fer í stóra tónlistapottin. Það eitt sem víst Og þið, eins og ég segi og segi aftur, að þið framleiðið stórsöngvara og stórlistamenn í tónlistinni í Keflavík. Og jólatré. Syngjandi jólatrí. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna í kvöld og setjuna hérna með mér, fróðleikinn og skemmtunina og þakka ykkur í salnum. Þetta var alveg frábært. En áður á hverju gestur, þá ætla ég svona til að bæta þig fróðleikinn og að því ég veit og hefur áhuga á Skaganum, gefa þér hérna bók sem að Jón Böðvarsson tók saman og Rótary klubur Keflavíkur gaf út og þetta frumprentun af henni. Þakka þið fyrir það kærlega. En það eitt í lokin eins og venjulega. Við gróðursettum hér í sumar lítið tré sem að var gróðursett í Hólmgarði eftir því sem ég best veit. Og ég veit að þið passið tréð fyrir okkur og hjálpið því að dafna og vaksa. Það svona örlítið þakklætisvottur. Þökkum fyrir okkur í kvöld og bjóðum góða nótt.
Má bjóða ykkur meira? Pabbi, getum við ekki haft sunnudagsrúndi bara næsta